Viska til frelsis, 14. kafli, sólkerfið og áhrif þess. Jörðin leiksvið sálarinnar, þar sem hún upplifir og þroskast. Dýralíf, gróður og landslagið skapa fjölbreytileika lífsins. Ólík veðrabrigði eiga einnig þátt í að skapa manninum fjölbreytileika. Jörðin sjálf og allt sem á henni er hluti af sköpunarverkinu. Sólkerfið, pláneturnar og stjörnurnar hafa áhrif á orku jarðarinnar og á mannkynið. Orkan fer eftir stöðu plánetnanna á hverjum tíma, lífsorka hvers og eins ræðst af stöðu sólkerfisins við fæðingu þegar fyrsti andadrátturinn var tekinn. Hringrás sólkerfisins eru þúsundir ára og skapar þessi hringrás og staða sólkerfisins ákveðna orku á jörðinni sem skapa ákveðin tímabil og hafa áhrif á meðvitundastig mannkynsins. Það tímabil sem nú er að klárast hér á jörðinni tímabil blekkinga og undirförulsháttar og við tekur tímabil meiri sannleika og samvinnu og kærleika meðal fólks. Þetta er það sem stjörnuspekin byggir á sem hefur verið fræðigrein í þúsundir ára. Þegar jörðin fer af einu tímabili yfir á annað, þá verður mikið umrót meðan á því stendur. Það verða miklar sveiflur í veðurfari þar sem ójafnvægi ríkir. Með hærri meðvitund mannkyns breytist lífsýnin og skoðanirnar og þau kerfi sem ráðið hafa ríkjum á jörðinni í þúsundir ára missa fótana og ný kerfi taka við. Þetta á við stjórnmál, menntamál, fjármál og trúarbrögð. Heiminum hefur verið stjórnað af valdagráðugu fólki sem hefur hugsað meira sinnhag og hagsmuni frekar en hagsmuni fjöldans. Sá sem hefur völdin óttast ekkert meira en að missa þau. Ráðandi öfl reyna því að herða tökin á fólkinu til að halda völdum sínum. Því skerðast mannréttindi og frelsi fólks verulega rétt fyrir slíkar breytingar. Þeim mun fylgja spenna og átök og núverandi ástand á jörðinni lýsandi dæmi slíkar umbreytingar. Þegar þær eru gengnar garð, fellur allt í ljúfa löð á nýjan leik og nýju kerfin taka við og byrja að mótast og aðlagast fólkinu. Ráðandi öfl gefa að lokum eftir völd sín og fólki mun öðlast meiri mannréttindi og sitt frelsi á ný. Þessar umbreytingar hafa áhrif á jörðina og allt líf á henni. Tíðni jarðarinnar hækkar og allt sem á henni lifir og er. Því hærri tíðni, því hærri meðvitund og aukinn kærleikur.